Þetta verður besta kennslumyndbandi nefsprey sem þú hefur séð, svo komdu með. Áður en við tölum hvernig við ætlum að nota lyfið, þá ætlum við aðeins að tala neflyfjaformið. Þetta er Otrivin Menthol sem inniheldur Silometasolin og fyrsta sem maður þarf að gera er að taka tappan af. Og hérna á botninum, þar er lyfið, hér er toppurinn sem fer inn í nefið og hér er takki sem maður þarf að ýta á til að koma lyfin út. Til að geta útsýrt betur þá erum við hér með ylvat sem er ekki lyf, en þú myndir aldrei nota ylvat svona. Það virkar ekki, eins og þið sjáu hér. Þess vegna ætlum við alltaf að halda formin okkar, neflyfjaforminni, upprétt þegar við notum það til að fá virknina. Við fyrstu notkun skal taka tappan af, setja þumalinn á, hrista vel og sprauta 5 sinnum. Þetta gerir dæluna tilbúna til notkunar. Við byrjum á að snýta okkur. Svo tökum við nefúðarlyfið, tökum tappan af, setjum þumalinn á sprautuna, setjum stútinn upp í nefið að nösinni, spreyjum og öndum inn. Síðan skólum við stútinn. Þurrkum hann létt og setjum lokið á. Núna ætlum við að tala um algeng mistök sem fólk gerir þegar það er að nota neflyfjaform. Það sem ég gera oft er að við halla sér svona aftur og anda mjög kröftulega inn, sem er ekki gott því þá getur neflyfjaformið anda í hálsinum sem er ekki það sem við viljum. Einnig eru algeng mistök að hreinsa ekki úðatækið eftir notkun. Þess vegna er góð regla að skóla stútinn og þurrka hann eftir hverja einustu notkun til að koma í veg fyrir stíflur. Gæta skal sérstaklega varúðar að nota Otrivin ekki lengur en 10 sólarhringa því það getur leitt til bólgu í nefslímhúð sem leiðir til viðvarandi nefstíflu. En þetta eru mjög algeng mistök sem fólk gerir við notkun Otrivins. Einnig eru algeng mistök að beina úðanum vitlaust í nefinu. Góð regla væri að nota hægri hendina fyrir vinstri nösina og vinstri hendi fyrir hægri nösina. Þá fáum við rétt úðahotn með því að beina úðanum að ytri vegg nefholsins. Önnur algeng mistök eru að deila nefúðanum en það getur leitt til sýkingar og þess vegna hef ég ekki notað nefúðan í þessu myndbandi. En síðan má heldur ekki nota hann eftir að hann er útrunninn því það getur leitt til að við fáum ekki verkunina sem við erum að leitast eftir. Veistu hvað þetta er? Nei. Ok, prófa að opna. Þetta er eitthvað í hug. Svona hitamælir. Nei. Þetta er svona nefspray. Nefspray. Já, veistu hvernig á að nota það? Þetta byrjaði. Já, hvernig heldur þú sprayir út úr? Þetta ekki hérna. Prófa þetta hann. Og veistu hvernig var best að, þú veist, hvað myndir þú byrja að gera? Þetta fyrst í nefið. Já, og hvað myndir þú að gera? Og Íta takkan. íta takkan. Já. Og hvað svo? Taka það út. Þetta skal loka aftur á. Ok, nú ertu búin að horfa á vídeóið. Hvernig myndir þú nota neflyfjaformið? Ég myndi taka hérna. Ég myndi nota þetta Þetta er hægri. Þetta er hægri. Já. Ég myndi setja hérna, ég ætla ekki að nota það. Já. Og ég myndi Í vinstri nefið, já. hérna, anda inn, halda sko með hægri hendinni. Ekki gera samt hluti hér, gera hér. Og ekki gera svona, annars virkar það ekki. Við gera svona, og svo bara svona, og Hvað gerir þú svo? svo tekur maður út. Já. Svo þarf maður að þrífa sko þetta. Eftir því maður að skóla og þurrka, þá má ég loka. Yay! Ekki nota í meira en 10 klukkutíma. Ekki nota í meira en 10 daga, annars kemur bólga í nefslíðhúðina og það er ekki gott. Núna ættu þið að vera orðnir sérfræðingar á hvernig að nota nefúðalyfjaform. En ef þið eru ennþá með spurningar, ekki hika við að fara í næsta apótek og leita ráða til lyfjafræðings.